Páll Viljámsson bloggar eins og vindurinn og hann með frábæran pistil hérna blaðamennsku sem hann kallar skoðanablaðamennsku og ég til rétt að við gefum þessu orði gaum því að þetta er orðið mjög útbreitt að blaðamenn starfi í raun og veru ekki með staðreyndir og upplýsingar að leiðarljósi heldur skoðanir og hann segir leiðréttingar mátti einu sinni lesa í fjölmiðlum dagblað sem rangnefndi viðmælanda átti til að leiðrétta daginn eftir ef rangt var farið með staðreyndir þótti sjálfsagt að leiðrétta þær fyrir daga félagsmiðla var strangur greinamunur gerður á leiðurum sem voru skoðanapistar og fréttum sem voru staðreyndamiðaðar og átti að byggja á traustum heimildum leiðréttingar eru sjálfsíðar nú á dögum tölulega það meiri nákvæmni blaðamanna að þakka skoðunum og staðreyndum hrært saman leiðarafréttir eru ráðandi sniðmát þar sem áður voru staðreyndafréttir Í sígildri blaðamennsku skipta 5 atriði meginmáli. Atriðin 5 eru kjarninn í 400 siðareglum blaðamanna á alþjóðavísu. Samkvæmt manni sem þekkir til, hann segja Alden White á Ethical Journalism Network, segir hann 5 kjarnaatriði blaðamennsku vera eftirfarandi. Númer 1, nákvæmni, að byggja á staðreyndum, ekki blekkja. Númer 2, sjálfstæði, stunda ekki hagsmunagæslu, vera óháður. Númer 3, óhlutdrægni, segja frá báðum eða öllum hliðum máls. Það geti því, við erum að sjá mjög algengt í íslenski blaðamennsku í dag, það sé ekki verið að segja frá báðum hliðum máls. Númer 4, mannúð, upplýsa en ekki meiða. Og númer 5, ábyrgð, leiðrétta og viðurkenna mistök þegar þau eru gerð. Lesendur íslenska fjölmiðla vita að ekki líður sá dagur að eitt eða fleiri megingildi blaðamennskunar er fyrir borð borið. Þetta er orðið mjög algengt í íslenski blaðamennsku. Og mér datt í hug að því að vorum að fjalla með hérna í síðustu viku hvernig Þórður Snær var hérna með mjög útblásið mál hjá Heimildinni Harald Jóhannesson fyrrverandi ríkislögreglustjóra og talaði gjafagjörning hans á kostnað skattgreiðenda þar sem að hann veitti einhverjum undirmönnum sínum betri kjör á eftirlaunum 500 milljónir var þetta satt kosta svakalegt 500 milljónir og ég meina það er illa að fara með opinbert fé, það er alltaf rétt að benda á það en takið eftir því að gjafagjörningurinn sem Reykjavíkurborg gaf olíufélögunum upp á 10 eða 20 milljarða að það hefur ekki verið skrifaður stafkrókur það í Heimildina og maður velti því fyrir sér einmitt hvort að uppblásið mál 500 milljóna króna eftirlaunagjörning ríkislögreglustjóra til undirmanna sinna sé einmitt svona reiksprengja til þess að draga athyglina frá vinum ritstjórans og Heimildinni því að hann er auðvitað við sjáum það á öllum hans skrifum hvernig hann snertir ekki á þessum risastóra gjafagjörningi þar sem að skattgreiðendur Reykjavíkurborgar, útsvarsgreiðendur eru látnir borga eru látnir gefa gæði sem að þeir annars eiga eða setja að til olíufélaga til þess að þjóna pólitískum markmiðum meirihlutans sem er fyrst og fremst bara að útrýma bílum úr borgarstæðinu að það er svo augljóst að þarna er verið að draga einhvern vagn og minnugur lesandi eða hlustandi Harmageddon sendi mér einmitt gamla frétt sem ég var alveg búin að gleyma en ég myndi eftir því að ég sá hana það er sem sagt frétt úr menntamálaráðuneytinu á sínum tíma þegar að PR fulltrúi eða sem sagt aðstofamaður ráðherra var að spinna eins og það kallað á almannatenglamálinu var að spinna svona hagstæða niðurstöðu fyrir ráðherrann og skrifaði í tölvupósti sem átti ekki að fara út það er þessi Elías Jón Guðmundsson aðstofamaður menntamálaráðherra sendi óvart tölvupóst þar sem hann talaði þetta er tussu fínt Dotti getur notað þetta eða sem sagt hvernig hann orðaði þetta aftur og Dotti hann skrifaði að Dotti vill Olmur fá að skúpa einhverju fyrir fundin og ég sé ákveðið tækifæri í því segir hann í þessum tölvupósti og Dotti er auðvitað þarna Þórður Snær Júlíusson á Kjarnanum svo það sé, það er alveg skýrt og þarna er sem sagt spinndoktor ríkisstjórnarinnar sem var að vinna fyrir Katrínu Jakobsdóttur á þessum tíma sem var menntamálaráðherra
að sníða hvernig ætti að matreiða ofan í almenning í gegnum vinsinn Dotta, man kallar ekki Þór Snæ heldur bara Dotti, og til þess að, og hann segir hérna, í fyrsta lagi, þetta var ókláraða póstur sem ég sendi aldrei, ég skil ekki hvernig hann komst úr tölunni, þetta var bara draft síðan með vinslu, kannski að sonur minn hafi hamrað á lyklaborðið hjá mér, bætir hann við þegar hann var í fæðingarólogi og hérna, og segir, notar orðið tussu fínt og að vilja Dotti fá að skúpa þessu, sem sagt, basically sonur minn að vera að hamra á lyklaborðinu þetta segir okkur raun og veru að hérna, að blaðamaðurinn Dotti er í raun og veru ekki blaðamaður, hann er sem sagt að reka pólitískt agenda fyrir félaga sinn sem er starfandi þá sem aðstofamaður ráðherra og þarna er, sko eins og sagði í grunngildunum blaðamennsku, númer 2, sjálfstæði, stunda ekki hagsmunagæslu, vera óháður og óhlutdrægni, segja frá báðum öllum hliðum, þetta er hérna, og númer 1 nákvæmni, byggja á staðrindum og ekki blekja, þá ertu ekki að taka við einhverjum svona línum sem að aðstofamaður ráðherra ætlar að matreiða ofan í almenning, þess að matreiða það sem fréttir á þínum miðli, það er þannig að þú veist, skoðunarblaðamennska er eitthvað sem að við gerum okkur ekki grein fyrir að er svona farin að taka yfir allt meira og minna, og fjölmiðlar eins og Heimildin sem við höfum oft talað hérna áður, sem að ég nota bene tek fram að hefur á að sko, þar innan Heimildarinnar starfa góður og gildir blaðamenn vissulega, en ritstjórnin er rekin af ákveðnu agenda og eins og ég sagði því að ég var að fara yfir hérna, Haraldar Jóhannesson málið þarna sem Dotti skrifaði, að þá, þú veist, maður finnur bara þegar maður er að lesa, maður treystir þessi ekki lengur. Það var sko dregið fram að Haraldur Jóhannesson væri sko mjög innmúraður eða tengdur sjálfstæðisflokknum, þannig að þetta var hérna sko pólitísku fréttaflutningur sem að eins og sko dæmin sína, ef það hentar ekki samfylkingunni þá er það ekki sagt frá því, en ef það er eitthvað sjálfstæðisflokkin að því að þarna er óhlutdrægni henni bara kastað fyrir róða og það er ekki verið að, sagt, að segja frá öllum staðröndum, bara þeim sem að henta, og það er varhugavert, og ég held að nú sem aldrei fyrr sé svo kallað fjölmiðla læsi almennings ofboðslega mikilvægt að fólk gerir sig grein fyrir þegar það er að lesa tiltekna miðla hvaðan upplýsingarnar er að koma og hvaða agenda er verið að reka þar. Það er það sem að ég tel ofboðslega mikilvægt að við séum með augun opin fyrir.